Þá það þriðji kaflinn í kennslubókinni Efnisaumurinn en hann fjallar lotukerfið. Lotukerfið smíð manns sem hét Dmitri Mendelejev og Rússi. Hann setti lotukerfið fram 1869 en hann raðaði efnum eftir eiginleikum þeirra. Á þessum tíma var ansi mikið af frumefnum þekkt en ekki öll frumefni sem við þekkjum í dag. Mendelejev var það öruggur á kerfinu sem hann hafði búið til að hann skildi eftir eyður og spáði fyrir eiginleika efnana sem ætti eftir að finnast þarna og merkilegt nokk, hann hafði oft rétt fyrir sér. Hérna sjáum við eina útgáfu af fyrsta lotukerfi Mendelejevs. Við sjáum það eru göt hérna og hann gat sagt fyrir hvaða efni ætti eftir að koma þarna, hvaða eiginleika þau höfðu og svo framvegis hvernig til dæmis litu út sem þeirra. Lotukerfin sem við notum í dag lítur svona út. Þetta ekki nákvæmlega eins en það þið sjáu til dæmis þessi röð hérna, hún eins, það eru svona ákveðnar samsvaranir þó svo að það séu miklu fleiri efni í nútíma lotukerfinu. Lotukerfið gengur út á ákveðnar raðir. Lóðréttu raðirnar, þar að segja raðirnar sem að snúa svona upp og niður, heita flokkar. Og efnin sem í sama flokki, sömu lóðréttu línunni, hafa svipaða efnafræðilega eiginleika. Láréttu línurnar, þar að segja sem liggja svona á hliðinni, þær kallast lotur, en efni í sömu lotu hafa rafeindir á jafn mörgum orkuhvolfum. Það ekkert sem segir okkur að efni í sömu lotu hafi svipað efnafræði eiginleika. Það eru flokkarnir sem hafa svipað efnafræði eiginleika. Hérna sjáum við þá heilt lotukerfi og hvernig finnum við til dæmis hvaða efni í fyrstu lotu og bara þriðju lotu og fyrsta flokki. Þá fer ég í lotu númer 1, 2, 3 og finn flokk númer 1. Það natrín. Þið verðið aðeins að passa að í kennslubókin eru flokkarnir númeraðir með hefðbundnum tölustofum upp í 18 en það ekki flokkunin sem við erum að nota hér, heldur þessi hér og þá eru flokkar 1 til 8 númeraðir með rómverskum tölustofum í bókinni. Þannig að efni sem í 4. lotu og í flokki skulum segja bara 7, það hér. Það bróm. Þá fer ég í lotu númer 4, fylgi henni þangað til ég kem í flokk númer 7 og þar finn ég hvað efni þetta Sumir flokkana bera nafn. Fyrsti flokkurinn heita alkalímálmar en þeir eru mjög hvarfgjarnir. Þeir eru svo hvarfgjarnir að það ekki hægt að geyma þá til dæmis í andrúmsloftinu eða í vatni, þá fer allt í vitleysu, þá bara hvarfast þeir við andrúmsloftinu eða við vatnið og hverfa. Flokkur númer 2 heitir jarðalkalímálmar en þeir eru frekar hvarfgjarnir. Þeir til dæmis brenna og stundum notaðir í flugelda sem ræðum skært ljós en þeir eru ekki svo hvarfgjarnir að það þurfa að geyma þá eitthvað sérstakan hátt. 7. flokkurinn annar flokkur sem eru mjög hvarfgjörn og þessi efni eru eiginlega yfirleitt ekki í náttúrunni í hreinu formi, þau eru alltaf í einhverjum efnasamböndum eða því sem næst allavega en þau heita halógenar. 8. flokkurinn eru svo efni sem eru mjög stöðug og hvarfast bara alls ekki við önnur efni en þau kallast eðalgastegundir. Flokkar 3 til 6 bera nöfn efnana sem eru efst í hverjum flokki. Efst í flokki 3 bór, þá þetta bórflokkur. Í 4. flokki efsta efnið kolefni, þá þetta kolefnisflokkur og svo framvegis. Og þeir eru meðalagi hvarfgjarnir. Miðjan á lotukerfinu, það að segja þessi partur hér sem grár, heita hliðarmálmar. Hliðarmálmarnir eru frekar stöðugir, hafa gljáandi áferð, leiða rafmagn vel, það þetta mótað og þeir eru flestir gráleitir nema gull og kopar. Hérna sjáum þið verkefni sem ég ætla að leggja fyrir ykkur en þarna þurfum við að finna hvaða efni eru í hvaða flokki og hvaða lotu en það skoðum við.
betur síðar, en þá er þessum kafla bara lokið.